Heil og sæl kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Í heilsumóla dagsins þá ætlum við að ræða kísil. En nýjasti samstarfsaðili hlaðvarpsins með Geosilica Ísland og þau eru með alveg geggjaðar vörur sem eru framleiddar úr kísil. Þannig að ég búin að fá til mín hana Steinunni Ósk í dag. Hæ, takk fyrir að fá mig. Bara mínir ánægjan og aðeins til þess að segja okkur frá kannski bara bæði líka fyrirtækinu, þú veist hvernig kom til að það fór að vinna þessar vörur og hvað kísill og hvað það gerir fyrir okkur. Sko, kísill, það svona bara smá fun fact, kísill eitt algengasta steinefni jarðar og það finnst í mat og bara í allri jarðskorpunni og við fæðumst með kísill í líkamanum sem minnkar svo eftir árunum og það sem margir þegar við erum að kynna vörurnar kemur mörgum á óvart að þú veist líkamann okkar framleiðir ekki sjálfur steinefni, við þurfum að fá þau einhvers stað frá og við þurfum, ef við fáum það ekki nógu matnum þá þurfum við að taka inn sem fæðubót og við erum að gera fæðubótarefni sem inniheldur kísil og það svona okkar aðal hráefni en já, eins og ég segi þá fæðust við með kísil og hann minnkar með árunum og það var mikilvægt fyrir okkur að fá hann einhvers staðar og nútíma fæða oft bara mjög steinefna snauð. Já. Þannig að það gott fyrir okkur að fá þetta úr náttúrulegu, mér skortir oft íslensku orðin, náttúrulegu resource. Já. Bara þú veist, uppruna, eitthvað svoleiðis. Og við erum að vinna kísilinn úr jarðhitavatni, þannig að náttúran sér að brjóta upp kísilinn í þessu heita vatni sem kemur 2 kilometra dýpi úr jörðinni. Við fáum vatnið lánað, við tökum kísilinn úr því og svo skilum við vatnið aftur. Þannig að þetta í rauninni bara, þetta algjör hringrás. Við erum að fá efnið lánað úr náttúrunni og svo skilum við restinni af vatninu og það engin kemísk efni í framleiðslunni og ekki heldur í vörunni. Þannig að þetta alveg ótrúlega svona framúrskarandi náttúruleg vara sem rosalega skemmtilegt og hún þetta kom til með lokaverkefni framkvæmdastýrunar og meðstofnanda fyrirtækisins en þau voru að vinna lokaverkefni í umhverfis- og orkutæknifræði við Háskóla Íslands og þau sko Geosilica einu tæknifyrirtæki en þegar þeim tókst að losa kísilinn úr þessu jarðhitavatni að því kísillinn skapar vandamál fyrir virkjanir. Ok, ég ætlaði að spyrja, hvað verður annars kísilinn? Já, sko, af því að þegar vatninu dælt upp úr jörðinni þá þarf að dæla því niður aftur til þess að halda þessu hringrásarkerfi gangandi í rafmagnsframleiðslu og kísillinn myndar svo útfellingar, við höfum oft séð þetta í sturtun okkar og svona alls konar stöðum og þegar kísillinn var náð með þessum náttúrulega hætti þá hugsaðu það fóru að rannsaka kísillinn, ok, í hverju kísill, þú veist, hvaðan kemur þetta steinefni og hvað getur að nýst vel og þetta mjög mikilvægt fæðubótarefni og sem fæðubótarefni hjálpar þetta líkamanum að framleiða kollagen þetta hjálpar við að styrkja beinin, hárið, húðina, neglurnar og það það sem fólk finnur svona mesta munn á að þetta þessi sjáanlegi munnur en með því að taka hann inn þá erum við líka að gera helling gott fyrir þú veist, bandvefin, beinin okkar og eins og ég sagði þessa kollagenframleiðslu. Þannig að þetta alveg ótrúlega mikilvægt steinefni sem kannski ekki endilega allir vita af. Þetta svona eins og magnesíum fyrir 30 árum. Það vissi ekki allir að hvað var gott að taka en þetta ótrúlega mikilvægt og gott steinefni og við erum með hjá Geosilica erum við með rosalega mikið svona return rate hjá viðskiptavinum okkar. Nú ég markastjórinn þannig að ég mikið að pæla í svona hlutum. Já, ertu að meina að þau kaupa aftur? Já, þau kaupa aftur. Við erum með bara 90% return rate. Þannig að það ótrúlega gott og það segir sig að þetta steinefni að virka og það að hjálpa og við höfum fengið bara ótrúlegastu reynslusögur þú veist, bara fyrir og eftirmyndir af fólki með XM, fólki með mikið hárlós,
fólki með, þú veist, sjúkdóma á borð við alopísja og alls konar svona sem koma aftur og kaupa því þetta að gera eitthvað fyrir þau. Okay. Ég fór mjög völl þarna. Já, einmitt, þetta akkurat sem að ég reyna svona að þjappa mikill í þekkingu saman í svona stutta heilsumóla. Að líka bara til þess að fólk viti, sko, því ég aldrei í samstarfi við nein fyrirtæki nema ég, þú veist, hafa mikla trúað. Já. Fyrsta lagi bara finnst mér æðislegt að vinna með íslenskum fyrirtækjum. Já. Það bara, ég elska það. En líka svona frumkvæðlega starfsemi og eitthvað sem getur haft jákvæð áhrif á heilsuna. Þannig að ég var voða þakklátt þegar þið hefði samband við mig. Þetta nefnilega, og það gefur mann líka svona kraft að vinna hjá svona fyrirtæki, það sem þú veist, það actually verið að gera góða hluti fyrir umhverfið, það ekki aukaefni í vörunni, þú veist, og maður getur svo einhvern veginn heilshugar mælt með og vörurnar koma í vökuformi, þannig að það auðveldar í inntöku fyrir svona flesta og það há upptaka af þeim. Þannig að þú veist, maður getur einhvern veginn bara svona heilsugar mælt með. Ég held að eina neikvæð sem ég heyrt að einhverjum fannst bragðið vont. Já, og við höfum oft fengið þetta að fólki finnist erfitt með bragðið, en þá það bara af því að við viljum ekki bæta henni úti, af því við þurfum þess ekki og þá ertu að fá einhvern veginn meiri gæði í vörunniðinni, þannig að þú veist, og við höfum oft verið spurt, þú veist, akkur þetta ekki í töfluformi, en þá einmitt aukaefnin komin. Og við viljum koma í veg fyrir það. En við erum líka, svo þessi nefnt, við erum eina fyrirtæki í heiminum sem framleiðir matvælavottaðan kísil á þennan hátt. Og vanalega kísil unnin úr svona sýru, chemical, svona mjög svona harkalegum leiðum og þetta mjög svona, á heimsvísu þetta frekar svona dirty business eða svona dirty mining. En við getum stolt sagt úr því að við gerum þetta allt bara ótrúlega flott og náttúrulegt. En þið þá líka að selja mikið til útlanda? Já, það alveg, meiri hlutin af sölun okkar erlendis. Við erum með vörulagir í Hollandi og Bandaríkjunum og við seljum líka hráefnið. Eins og það eru aðrar vörur á markaði á Íslandi sem eru innihalda hráefni frá okkur. Það til dæmis A-Leaf, KetoCare. Þannig að, já. Ég vissi það ekki. Nei, þetta er skemmtilegt, sko. Þetta er skemmtilegt, já. En af hverju dast þú inn í þetta? Herri, það ótrúlega skemmtilega tilviljun. Ég hitti sérst Fítu sem stofnandi og framkvæmdastýra fyrirtækisins. Ég hitti hana á setti þar sem ég var að farða. Ég sérst förunafræðingur og var farðana fyrir viðtal hjá samtökum iðnaðarins minni mig. Og ég byrjaði bara að spjalla við hana því ég hafði heyrt hana að við erum báður úr Keflavík og ég byrjaði bara eitthvað að spjalla og sagði að ég var í námi miðlun og almannatengsl var ég þá í BA-námi og hún vantaði ekki vinnu og ég jú heldur betur og svo hef ég bara verið föst hjá fyrirtækinu síðan. Og hvað það langt síðan? Þetta eru 6 ár síðan. 6 ár síðan. Og hvað langt síðan það var stofnað fyrirtæki? Það var stofnað 2012. Þá byrjaði rannsóknarvinnan og allt það en vörurnar hafa verið á markaði minnum mig síðan 2016-17 eitthvað svoleiðis. Og bara stakkar með hverju árinu? Já. Og það einmitt ótrúlega gaman, þú veist, ég man alveg eftir því þegar við fengum, þú veist, ég man ekki 6 pantanir á dag, við vorum alveg, wow, geggjað, og núna ég að fara með heilu, ég nefnilega sendi pantanirnar, þetta er svo lítið fyrirtæki, maður alls konar, maður þarf að gera alls konar hluti og núna ég að fara með heilu kassana eins og ég fór í gær með 4 stóra kassa af pöntunum og það er svo gaman að sjá þetta, þú veist, gaman að vinnan sé að skila sér og að fólk sé að, þú veist, taka vel í þetta og einmitt það bætist bara með hverjum mánuðinum. Já. Þannig að það gengur ótrúlega vel. Það er ekki ekki. En kannski líka að því að ég spá svolítið mikið í næringu og mataræði. Veist, ef fólk, úr hverju gætu við fengið kísil í mataræði? Það er hrísgrjón, það er einhver grænt grammeti, grammeti, ávistir, það er svona, kísill finnst mikið í jarðveginum, þannig að það má hugsa það svona svoleiðis. En annars, eins og ég segi, vantar mjög mikið kísil í nútímamataræði. Þannig að það er gott að taka hann inn og maður finnur strax munna því, En eitt sem datt allt inn, ég veit ekki hvort þetta skiptir máli, bara ég er svo forvitin þetta, framleiðslu ferlið sjálf, þú veist, tekur þetta langan tíma? Nei,
þetta er svolítið svona flókið, þetta er svolítið tæknilegt fyrir svona sérstaklega markaðsmannski eins og mig. Þannig að maður kann ekki alveg einhvern veginn orðin yfir það. En við reynum að framleiða held ég í bölki, þú veist, nokkur sinnum á ári. En það vanlega tekur ekki eitthvað langan tíma, alls ekki, sko. Þetta er mjög mikið svona plug and play, þú veist, það er að jarðhitavatni er til staðar og við fáum bara að tengjast í og taka út, þú veist, þannig að og svo er það vatni hreinsað af þungmálmum og allt svoleiðis að þannig að kemur rosalegt magn af steinefnum með þessum vökva en kísillinn er mjög hár og ég í rauninni veit það ekki alveg en með við það sem ég veit þá held ég að taka ekki langan tíma. Ok, Nei, bara svona forutnilegt sko. Já, algjörlega. Og þú sagðir við mig áður við byrjum að taka upp að börn mættu taka þessa hreinu vöru, pjúr? Já, við höfum fengið við höfum gert rannsóknir með Spóax sem er astma og ofnæmis XM eitthvað samtök á Íslandi og við höfum fengið börn einmitt sem er að glíma við XM og þá mælum við með því að taka inn og bera á. Þú veist þannig að þú ert með eina flösku til að taka inn, bera á, við höfum séð árangur hjá börnum sko. Þannig að já, það er lægi. Bera vöruna, þessa sömu vöru, að bera hana á? Já. Ok, útvartist líka? Já. Óhugavert. Þannig að já, við höfum séð árangur hjá börnum og sérstaklega það er eitthvað svona vandamál. En börn eldri en 12, allt er góð. Já, ok. Og þú sagðir að það hefur verið gerðar einhverja rannsóknir á þessu og já. Ég sá heimasíðin ykkur þeir eru búin að fá alls konar vottanir og já. Svona, mjög flott. Sko, já, kísill er mjög mikið, það er til margar rannsóknir sem tengjast, þú veist, einmitt beinheilsu, hárhúðaneglur og eitthvað svoleiðis og það er alltaf hægt að, þú veist, einmitt hafa samband og fá aðgengi að rannsóknum ef það er eitthvað sérstætt sem maður er að pæla. Ok, það er geggjað. En er einhver svona sérstök reynslusaga sem að stendur upp úr, eitthvað sem að Sko, já, það eru nokkrar, það er einmitt, ég man eftir einni sem að lenti í ykkur mjög alvarlegu bílslisi og það var eitthvað beinbrot og hún alveg bara dásamaði vörurnar og það er einmitt, það er það sem gefur mann svo mikið kraft til að halda áfram að kynna vörurnar sem maður er alveg svona, vá, ok, þú veist, þetta getur actually muna bara einhver rosalega miklu fyrir líf fólks og það gefur mann mjög mikið kraft. Og svo einmitt hef ég séð líka, það var ein sem var með svona alopecia, svona skallablett aftan á og hún einmitt alveg dásamaði vörurnar og þú veist, ég veit að það er fullt af fólki sem vill bara einmitt bæta hár og húðheilsu og það er vinsælasta varan okkar sko fyrir hárhúðaneglur. En það munar ógeðslega miklu ef maður heyrir einhvern vera að glíma við, þú veist, ákveðna sjúkdóma eða eitthvað svoleiðis, að varan geti hjálpað. Við að sjálfsögðu erum ekki að promóta þetta sem einhverja töfralausn við einu en einu. Nei. Þetta eru steinefni og við vitum hvað þau gera, þau geta hjálpað okkur við alls konar en það er ótrúlega gaman að heyra þú veist, þetta getur muna fyrir líf fólks. Þannig að já, það eru svona nokkrar sem standa upp úr sko. Ok. En mælirðu með að taka þetta bara þú veist eins og staup? Eða er fólk að blanda þessu út í eitthvað? Sko, það fer rosalega einmitt eftir hvað fólk er klígugjarnt, hvað fólk þolir, þú veist, mikið sko pjórvaran sem er hreini kísillinn er algjörlega bragðlaus þannig að þú finnur ekkert bragð af henni. Svo erum við 4 aðrar vörur á markaði og við bætum steinefni í þær þannig að grunnurinn er alltaf svo sami, það er alltaf kísill í öllum vörunum en svo eins og varan fyrir hárhúðaneglur, hún er með sink og kopar og sumum finnst sinkbragðið það er svona svolítið best og getur komið svona smá svona þurr áferð á hana ef við getum lýst í þannig og sumum finnst gott að bara blanda þessu út í djús eða bústi sitt eða kaffi sitt eða whatever, það minnkar ekki virknina að blanda út í þannig að það má, en það fer í rauninni bara eftir hvað fólk er svona hvað það þolir mikið, eins og ég blanda þessu ekki út í neitt. Nei. En eitt sem ég langar að segja að það er auðvitað best að taka steinefni eftir að maður er búin að borða. Okay. Ekki á fastandi mat. Er upptakan þá betri? Sko, ég veit að sumir sem hafa verið að taka inn Renew fyrir hárhúðaneglur sko sink getur svona smá magan þannig að það getur komið svona ógleði þannig ég bara mæla alltaf með því að borða fyrst. Ok, mjög gott að vita. En kannski svona alveg bara í blálokin
ertu til í að taka saman aðeins aftur svona hvaða jákvæða áhrif þetta getur haft á almenna heilsu? Já, það sko með inntöku þá erum við að auka kollagenframleiðslu líkamanns. Þannig að það svona það helsta sem kísill gerir og styrkir allan bandvef, er mjög gott, það er mjög mikla rannsóknir á milli beinheilsu og kísils. Og eins og við sjáum, við Íslendingar borðum alveg ótrúlega mikið af alls konar steinefnum og mjólkuvörum og svona. En það er samt eina af hverjum 3 konum með beinþynningu. Þannig að þú veist, það er alveg verðt að skoða önnur steinefni og þar á meðal kísill því hann finnst mest í beinunum okkar og nöglunum okkar. Þannig að það er mjög verðt að skoða þetta steinefni fyrir beinheilsu. Svo er það líka einmitt við ákvæðum að því kísillinn gerir mjög mikið, það ákvað við að koma fleiri vörur á markað til þess að þú veist, fókusan betur, veist hvað við. Þetta er vara sem gerir mjög mikið. Þannig að með inntökunni það er bandvefurinn, það er kollagenframleiðslan, það styrkir hárhúðaneglur, minnkar fínar línur í húð, gott fyrir vöðva og taugar og já, þannig að þetta er svona mjög gott alhliða steinefni. En svo bættum við auka steinefnum í hinnar til þess að bara fókusa á ákveðin vandamál. Eins og fyrir lið og bein er með mangan sem er gott fyrir liðvökvan og margir hafa einmitt sendt okkur reynslusögur að minnkar verki í liðum. Þannig að já, það er svona aðalega það. Ok, æðislegt. Er eitthvað að lokum? Eitthvað sem ég er að gleyma að spyrja? Nei, en kannski bara benda á að við erum með vefverslun og við fáumst í apótekum, þessum helstu apótekum, Hagkaup, Fjarðarkaup og já, bara svona apótekum út all land og það má alltaf senda okkur spurningar, gefusilika.is, þið finna okkur þar og á öllum samfélagsmiðlum, þannig að við erum alltaf til í að taka við fyrirspurningum. Þannig já, ég held að það sé bara komið sko. Æðislega. Já. Takk fyrir, þá bara eru hlustendur aðeins fróðari kísil og af hverju hann er svona gaglur. Hann er bara takk hella fyrir að koma. Takk fyrir að fá mig. Að lokum langar mig bara að minna á Instagramið, Heilsu Erla og Facebook-hópin sem heitir Með lífið í lúkunum hlaðvarp. En þar setjum við stundum inn eitthvað svona bak við tjöldin, setjum við jafnvel inn spurningar og þar má setja inn hugmyndir ef þeir eru með hugmyndir af viðmælendum. Og svo að sjálfsögðu langar mig líka að hvetja alla til þess að gefa hlaðvarpinu 5 stjörnur á Spotify eða Apple og það hjálpa mér alveg rosalega að fá fleiri digga hlustendur eins og ykkur og koma þessu frábæra efni á fleiri staði af því að þetta er svo mikilvægur upplýsingar sem að fólki sem kemur til mín er að segja okkur frá að ég bara vona sem allra flestir fá að njóta. Og ég segi bara þangað til næst, hafið það alveg svakalega gott.